Daniel, tap fyrir Haugum hérna í dag, hvernig svona fyrstu viðbrögð eftir leik? Það ekkert sérstaklega góð. Þetta var bara mjög fúll, skilurðu. Þetta var náttúrulega bara mjög lélegur leikur á okkar hálfu, bæði í vörn og sókn. Það var bara ekkert í gangi. Þetta var náttúrulega algjör andstæða við það sem við spilum móti einu besta liði landsins hérna bara á föstudaginn, sko. Þannig að við vorum ógeðslega góðir þá, ógeðslega lélegir í dag og það er margar ástæður fyrir því en við vorum bara ekki nægilega beittir. Hvað heldur að hafi farið úrskeiðis? Var eitthvað svona andlegt að eða bara hreinlega líkamlega ekki tilbúin kannski? Sko, ég veit að mennir þú náttúrulega þreyttir og allt það, sko, en ég er samt að vilja sjá menn nenna þessu meira. Þetta var svo lélegt bara allt. Við prófum nokkra típur af vörnum og ekkert gekk og þá er það eitthvað annað. Og þetta var ekki bara eitthvað X and O's eins og maður segir, en þetta var bara lélegt góð. Bara allt mjög lélegt og ég er alltaf mjög fúll yfir því sérstaklega svona í öðrum og þriðja leikum af hverju bara við gátum ekki alltaf nefnt þessu tala alltaf meira, gert þetta alveg með lega. Því að við nefntum því ekki, þá er þetta algjörlega tilgangslaust að reyna að harka eitthvað 40 mínútur, sko. Þetta var bara lélegt. Þú talaði alltaf þetta síðasta leik að þið finnst skrítið að vera að spila þennan leik með stuttum fyrirvara, ekki stuttum fyrirvara, stuttum millibili. Heldur að það hefði eitthvað sest í hausinn á mönnum? Ég sest ekki í hausinn hjá þeim, þetta sest í líkamann hjá þeim bara þannig. Og ég gef bara strákunum alltaf kredit, þeir leggja ógeðslega hart að sér og eru duglegir og svona, en sama hversu góðu formi þeir eru í, þá er ekkert nægilega öflugir til að spila 2 leiki á 45 tímum, sko. Ég nenni ekki samt ekki að væli því, í Haugunum voru ógeðslega góðir, ég gef þeim kredit, þeir voru bara virkilega góðir núna móti KR síðast og þeir vera erfið viðureignar í vetur og eru með mjög gott lið. En við höfum alveg getað gert bara það sem við gerum, gert það bara betur. Það átti ekki enda einhverjum tæpum 40 stigum hérna, sko. En þetta er bara lélegt og við þurfum bara að læra af þessu. Þeir þekkja nú þetta tilfinningun eftir 30 stiga tap og þeir þekkja líka tilfinningun eftir frábæra sigurleiki, en við þurfum bara að minnka þetta og ná meira stöðuleika. Núna er landsleikinn hlé, hvað heldur að þið þurfa að fara yfir í því hlé? Við þurfum bara að skerpa það sem við gerum vel. Mér langar helst ekki að taka þennan leik í jöfnuna en við þurfum aðeins að átta okkur á því að hlutinni kom ekki sjálfum sér. Við þurfum að vinna fyrir þeim, saman hversu þreyttur og erfitt allt er í kringum okkur. Þá þurfum við að vinna fyrir þeim og gera þessa hluti. Það gerir það enginn fyrir okkur og við þurfum að stjórna bara það sem við stjórnum og ég er bara full að trúa því að við náttúrulega fáum tíma til að skerpa varnarleik og sóknarleik og gera hlutina betur og ég hlakka bara til framhaldsins, sko.